Sundabraut komin aftur á dagskrá og núna kannski í alvöru því að það komin niðurstaða. Gísli Gíslason, fyrrverandi hafnarstjóri og bæjarstjóri og með meiru, komin hérna til mín og við ætlum að fara yfir nokkur helstu atriðin varðandi Sundabraut. Vertu velkomin, Gísli. Takk fyrir. Nú virðist vera að niðurstaðan sé nokkuð skýr að Sundabrú sé miklu raunhæfari kostur heldur en Sundagöng, bæði varðandi kostnað og líka rekstur. Menn geta síðan hjólað yfir þetta og hvaðina. Nú þetta önnur niðurstaða heldur margir kannski voru að horfa á hérna fyrir áratug síðan. Kannski getur þú sagt okkur á hverju jarðgöng eru síðri kostur í dag? Já, ég hef nú svona í gegnum söguna verið áhuga meiri göng og þar með talið Sundagöng. En þegar við erum að vinna þessa vinnu sem að ég sammálaður, ég held að niðurstaðan sé nokkuð raunhæflaust sem að við skilum frá okkur. Að á sínum tíma þegar að menn töluðu fyrir göngum að þá var gert ráð fyrir 20 metra bergþekju yfir göngunum og það gengur ekki í dag. Það þarf að vera 40 metra bergþekja og það lengir göngin. Þannig að göngin eru orðin yfir 5 kilometrar og er raunni til að fara kílómetr og kostnaður við þau eru talsvert meiri heldur en á brú. En í þriðja lagi að þá þetta líka mikilvægt að hafa í huga með samgöngusáttmála borgar og ríkis framkvæmdar á Sæbraut að þá verður mjög erfitt að koma göngum fyrir gangamenn. Þess vegna þessi í rauninni 3 atriði að kostnaður, uppkoman og í rauninni lengd gangana að það gerir þau ekki eins áhugaverð og var á sínum tíma. Plús það reyndar líka að uppkoma þeirra Gufunesmegin ekki með eins fjölbreytta möguleika á tengingum og aftur brú og aðra lausnir. Maður sé fyrir sig að það komin svona knýjandi þörf og þar alveg markaður fyrir líka að fara út í þessa brú sem sjálfbær þá eins og Hvalfjarðargöngin voru hjá spili og nú sé komin meðbyr með þetta ef að ákvörðun tekin núna skýr í framhaldinu eins og manni finnst samgönguráðherra hafa verið þá væri hægt að sjá þetta raungerast 2029 hefurleis og það hefur gríðarlega jákvæð áhrif bæði á umferðina í austurhluta borgarinnar en líka fyrir landið í heild þannig að þetta mikill áfangi þú náttúrulega líka sem finnandi bæjarstjóri Akranesi þetta náttúrulega mikill áfangi bara fyrir höfuðborgarsvæðið og Vesturland. Já, það vert að nefna að samgönguáætlun Vesturlands sem sveitarfélögin sameinuðust voru með 2 meginverkefni sem allir voru sáttir við. Það var bæta umferðina á Kjalarnesi og svo var það Sundabrautin. Og nú framkvæmdir farnir á stað á Kjalarnesi þannig að það að hylla undir það verkefni að það skili sér og þá það Sundabrautin eftir og samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og sveitarfélögin og þar með talið Akranes, minn bær að það engin vafi í hugum manna að þetta sé mikilsvert verkefni og nauðsynlegt. Við sjáum líka í rauninni ábatan sem að hefur orðið af Hvalfjarðargöngunum við að færa þessi markaðssvæði nær höfuðstaðnum og tækifærin sem í rauninni á báða vegu og í rauninni má segja alveg frá göngum byrjun ganga þá hefur samstarf sveitarfélaganna á Vesturland og Reykjavík verið bara býsna gott og ég held að það séu fólki nýtt í miklu fleiri tækifæri til lengri tíma í atvinnumálum, í búsettumálum og svo framvegis þannig að við ættum að geta orðið bara býsna góðir bandamenn áfram og sterkari. Þetta sé alveg hárrétt, við sjáum það að það eru þarna ákveðin bönd í gegnum bæði Orkuveituna og Faxaflóahafnir sem að hvíla dálítið vel á þeim framkvæmdum sem áttu sér stað í Hvalfirði þegar göngin komu. En þessi brú hún mun taka okkur á næsta stig, ég alveg sannfærður um það og það má segja að alveg á sama hátt og við sjáum nýjar upplýsingar göngin að þá líka verið að nálgast brúna með öðrum hætti. Þannig að í staðinn fyrir að hábrúin sé kannski varasum í vindi eins og var talað þá hún örlítið lægri og stöðugri með nægt rými fyrir skip og svona hugað að góðum lausnum gagnvart höfninni. Þannig að við erum að sjá margar svona jákvæðar
hugmyndir í kringum brúna og þetta getur okkar svona golden gate, er þetta ekki? Jú, ef að vel tekst til þá getur þetta orðið bara prýðis mannvirki sem að setur svip á samfélagið og höfuðstaðinn. En það er rétt, ég náttúrulega satt í þessum starfshópi tilnefndur af Faxaflóahöfnum og það er nú fjallað meira hafnarmálin einmitt í þessari skýrslu heldur en kannski mörgum eldri skýrslum. En ég er alveg staðfastur þeirra skoðunar að þessi lausn, hún hefur óverulega áhrif á hafnarstarfsemina. Vísu kostar að bæta við viðlegu sem að fellur niður. Farmsvæðin verða áfram alveg greiðfær og ekki vandamál og skipin sem að sigla inn með heilfarmana í timbri og járni sem að eru á innri legunum að þau geta áfram siglt inn fyrir. Og svo náttúrulega með því að laga þessa vegtengingu þá erum komið landflutningana á miklu betri horf. Það maður bara undirstrikar og feitletrar að sú tenging á milli Holtagál og Klepps sem að væri ný tenging inn á farmsvæðið, hún verður veruleg bót fyrir hafnaraðstöðuna í Sundahöfn. Og ég held reyndar að við verðum að horfa líka á það að þó svo að það kemi engin Sundabraut, að þá er óhjákvæmilegt að skoða vegtengingarnar, hvernig þær eiga að vera við hafnarsvæðið í þeirri miklu þróun í rauninni sem er á svæðinu. En það er eins og að með Sundabraut að þá er þessi tenging lykilatriði bæði fyrir umferð sem að færa af hafnarsvæðinu á stærsta markaðinn inn í Reykjavík og svo það sem færi þá aftur út á land. Svo samgöngumálin eru búin að vera í frosti og manni finnst eins og ef að við botnum þetta mál eins og mér sýnist þið verið að gera, þá er þetta kapall sem hægt er að leggja, það er að segja þegar við leysum Sundabraut með góðri brú, þá getum við klárað að svara spurningunum með Sæbraut og Stokkin og þá vegtengingu upp í Höfðann og fleira. Þannig að í staðinn fyrir að vera svona föst eins og við erum búin að vera svolítið, þá er þetta kannski einn af lyklunum að við leysum samgöngumálin eitt af öðrum og það er það sem við þurfum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við erum öll sammála vandann en nú er þarna komin sterk lausn. En það er eitt sem að menn spyrja, það er náttúrulega hvernig tengingarnir eru við Hallsveg og Holtaveg, en þá er spurningin, sko þarf ekki að fara að þínum mati í þetta alla leið. Það er að segja, sumir hafa ágjörð því að ef við skiptum í 2 áfanga, þá kunna verða svona bráðabirgðalausnir. Þarf ekki bara að fara í þetta alla leið. Það verður alltaf að horfa á Sundabrautina sem eina heild. Ef að menn væru að fara hálfa leið, þá væri þetta ekki lengur þjóðvegur sem að tengdist þjóðvegakerfinu. Þannig að það tala einmitt sveitarfélögin á Vesturlandinu að þetta er lykilatriði að tengja þetta saman í einni framkvæmd. En það er annað einmitt sem ég ætla að nefna að vissulega það þarf að eiga sér stað ákveðið samráð og ákveðin vinna við einmitt á báðum ströndum við Elliðavoginn. En það er hins vegar að höfnin mun njóta líka aukinna nálægðar við eins og Grundartanga og það væri verið að stytta leiðina 8 kilometra og tímastyttingin er töluvert meiri í sjálfu sér. Og ég held og það er eitt sem ég ætla að nefna líka varðandi brúna sem náttúrulega skiptir miklu máli að hún hefur meiri jákvæð áhrif á umferð í Ártúnsbrekku og Gullinbrú. Þannig að íbúar í Grafarvogi þurfa að horfa á kannski 2 þætti, þeir fá betri tengingar frá 2 stöðum minnst og kosti inn í Grafarvoginn og léttir á þá Gullinbrú. Akkurat. Það er alveg rétt, ég sá greinargerð frá Þórarni Hjaltarsyni sem er búin að stúdera umferðina mjög vel og áhrif Sundabrautar á umferðinni í Ártúnsbrekku eru mjög mikil, mjög jákvæð. En margar aðrar aðgerðir sem hafa verið ræddar sem eru kannski jafnvel álíka dýrar skila bara broti af því. En ég held að það sé líka rétt sem þú segir með Grafarvoginn að hann nýtur góðs af þessum tengingum
en hann líka í sömu stöðu og landsbyggðin að þurfa að fara með þetta alla leið svo þetta stoppi ekki inn í miðju hverfi, þannig að það akkurat að klára þetta alla leið. Algjörlega, og það er hérna, en það þarf eiginlega svona að setja myndin upp dálítið skýra fyrir fólk, þannig að það átti sig á að þetta sé nú skynsamleg framkvæmd. En það er annað líka sem ég ætla að nefna varðandi höfnina, því ég nú svona hafntengdur, að alveg frá 75, þegar að Sundabraut fer fyrst inn á aðalskipulag borgarinnar, að þá hefur það svona haft ákveðin skipulagshamlandi áhrif á hafnarsvæðið. Við skulum átta okkur á því að Sundahöfnin er umhverfislega gríðarlega vel sett. Þar sem að varningurinn, 80-90% af varningnum sem fer inn í borgina, kemur bara við markaðssvæðið. Og það var gert í rauninni, grunnurinn að því var lagður 1971, þegar Geir Hallgrímsson og Gunnar Guðmundsson hafnarstjóri skrifuðu undir samningu Sundahöfnina. Ég ætla ekki endilega að segja að þeir hafi verið að spekulega mikið í umhverfismálum, en mönnum fannst hins var úr gömlu höfninni þá mjög langt að fara inn í Sundahöfn. Nú er Sundahöfnin náttúrulega komin á kjörstað umhverfislega og núna er í rauninni línur þvert í gegnum svæðið á aðalskipulagi. Þær eru skipulagshamlandi fyrir höfnina. Þannig að leið og menn taka ákvörðun að fara ákveðna leið og laga þá skipulagið að því, þá getur höfnin þróað sitt land til lengri tíma. Þetta er mjög góð punktur og það er sama við alla umferðina í Reykjavík að meðan við tökum ekki ákvörðun, þá er allt í gíslingu. Þetta er svolítið eins og þá bíða hlutirnir. Já, þá erum kannski eins og í biðflokki í rammaáætlun með allt, bæði höfnina og samgönguna. En núna erum við komið laust sem hefur verið vel inngrunduð og ég var nú að hrósa ykkur fyrir það að þessi skýrsla er ekki, hún snýst ekki fallega myndir eins og við höfum stundu séð, heldur er búið að stúdera praktísmál eins og hallan og raunverulega hvað þarf að fara djúpt niður, þetta er yfir 70 metrar, kannski 75 metrar sem þarf að fara niður eða verið göng og það er bara ákveðin raunveruleiki sem við erum þá með og líka lausninnar varðandi brúna eru flottar og ég held að þetta getur verið mjög nútímaleg og glæsileg lausn. Það er gott að heyra því að svona, ég hef nú, þegar maður tekur þátt í svona skýrslugerð þá þarf þetta að vera dálítið á mannamáli, menn þurfa að skilja hvað þeir verið að tala og reyna að draga fram aðalatriðin. Jú, vissulega er það svo í þessari skýrslu að við erum ekki að birta hinn endanlega sannleika, það er auðvitað ýmislegt sem þarf að þróa og ræða. Það er náttúrulega mikilvægt að ræða við skipafélögin inn í Sundahöfn og höfnin og ríkið þarf að koma auðvitað að málum þar og framkvæmdaaðilinn, hvernig hlutir verða leystir, lóðalegu samningar, viðlegu bakkar og fleira og ég held að það sé þess vegna bara að drífa sig í þær viðræður og ná flugi. Já, ég held að sé ákveðin gluggi núna ef að borgin býður of lengi þá getur þessi gluggi lokast. Ég held að jafnvel að þú hefur sagt það, við eigum eitt skot í byssunni. Já, það er dálítið þannig. Og ég held við verðum bara að nýta það og við erum allavega með mjög flott plan og nú þurfum við bara að hafa útfærsluna þannig að þetta gangi upp hverfunum og öllu. En ég bara þakka kærlega fyrir góða skýrslu og spjall og núna vona ég bara að það verkin fá að tala og það held ég að við séum sammálum. Þetta verður vonandi síðasta skýrslan þetta mál, það er að segja hvert á að fara og nú þarf bara að fara í verkið ekki satt. Ekki spurning, tækifærin blasa við. Takk fyrir sömuleiðis. Takk.